Já, ég komið í sæl. Má ekki bjóða ykkur að ganga í salin sem að standi frammi og eru á spjallinu. Það er svo sem allt til að líka. Salin býður upp á það. En fyrir ykkur sem ekki þekki mig, ég er svo sem ekki búin að vera lengi, það er ekki 10 mánuðir síðan ég kom heim. Stefán Broddi Guðjónsson heiti ég og er sveitarstjóri í Borgarbyggð. Og takk hérlega fyrir að koma á fundinn. Við erum með góða gesti frá Íslenska Gámafélaginu sem munu svona leiða fundinn og svara spurningum og leiða okkur í allan sanninn þær breytingar sem og þær breytingar sem hafa átt sér stað í úrgangsmálum, í framhaldi af lagabreytingum nú áramótin og svona hvernig við erum að innleiða hjá okkur. Jú, þessar lagabreytingar áramót því að það er dálítið breyting á því hvernig við förum út með ruslið og förum með okkar úrgang. Vonandi síðan til þess að við endurnýtum meira og göngum þá hægar á gjafir jarðarinnar. En svona bara frá eigin brjósti og hvernig maður sér hlutina og ég vona að við sjáum hlutina saman að Borgarbyggð er auðvitað rómað fyrir náttúrufegurð og íbúafegurð að sjálfsögðu líka. Við erum með langstærsta laxveiði hér á landsins, við erum með mikla matvælaframleiðslu. Ég vona að mikil frístundabyggð, ég vona að íbúar hér og allir gestir tengi lífsgæði við Borgarbyggð og ekki bara lífsgæði fyrir okkur heldur fyrir komandi kynslóðir líka og þess vegna er ekki annað í boði fyrir okkur íbúa Borgarbyggðar en að standa sómasamlega að svona lagabreytingum og innleiðingu þeirra þegar þær eiga sér stað í úrgangsmálum. En við erum með dálítið að þróa okkur áfram og vonandi mun þetta bara ganga vel. Og ég ætla svo ekki að fara inn í, við fáum meira smáatriðin í lagabreytingunum og hvað er að gerast hér á eftir þegar að góðu gestir taka við. En ég ætla svona aðeins að segja frá reyndar grenndarstöðunum, hvað síðustu tölur, síðustu upplýsingar liggja hvað við sjáum þær fyrir okkur. En við sjáum þá svona fundið umhverfis- og landbúnaðarnefndar daginn, þá kom fram að stefnt að því að grenndarstöðar fyrir málma, gler og textíl verði þá á 3 stöðum. Við höfum verið að horfa á íþróttasvæðið í Borgarnesi, við höfum verið að horfa á Arnarflöt á Hvanneyri, svona á vinströðum þegar ekki er inn í þéttbýlið þar og svo á Kleppjárnsreykjum við skólann þá eða íþróttasvæðið. Og svo þá verið að skoða að stækka þá grenndarstöð við Sólbakkann og á Bifröst. Nú, að því ég sé að vera að tala saman Hrafnhildi og Sóley. Hrafnhildur hefur svona leiða verkefnið okkar megin. Takk hérlega fyrir að halda utan á það svona verið Hrafnhildur. Sóley er að taka við af henni og því Hrafnhildur er farin til annarra starfa og ég veit að Sóley, hún er að fá þarna lífsreglundar bara í beint í æð. Kemur hittir vel á. Þannig að takk fyrir gott starf og velkomin í þetta verkefni, Sóley. En ég ætla ekki að tefja þetta lengur og ætla að biðja Jón Þórir, forstjóri Gámafélagsins, Íslenska Gámafélagsins, ætlar að taka við og síðan og með honum hér er Elín Ásgeirsdóttir, hún er frá umhverfissviði Íslenska Gámafélagsins og hún hefur verið að ganga í skólana, var að fræða börnin okkar. Takk hérlega fyrir það. En Jón Þórir, ég má ekki bjóða þér að taka við og bara ég veit að þetta verður upplýsandi og góður fundur. Takk fyrir. Já, komið öll sæl og blessuð og gaman að sjá okkur komin hingað til þess að fræðast nýtt flokkunarkerfi sem verið að fara að innleiða hér í Borgarbyggð og svo sem allt land. Ég átti nú að byrja á því að segja frá henni Elín, því að hann var að segja að hún hefði gengið hér í skóla, átti að byrja á að segja bara takk fyrir gott uppeldi því að henni fannst úrlingarnir með eindæmi kurteisir og gáfulega spurningar. Ég veit ekki, þannig að það var líka hún var ekki vön, það var búið að vara hana við því að úrlingar gætu verið illskeittir, en það reyndist algjörlega að tilhæfulausu. Þeir voru bara til mikilvæg fyrirmynda og komið gáfulega spurningar. En ég ætla að hefja þetta bara með því að þetta er efni, það sem ég ætla að fara yfir. Ég ætla að fara fyrst yfir þessar lagabreytingar sem eru bara úrgangsmálum bara yfir höfuð yfir allt í landið og ekki bara hér, það er verið að samræma þetta á Norðurlöndunum. Þannig að við erum að sjá loksins svona samræmingu. Þessi lagabreytingar leiða að sér samræmt flokkunarkerfi sem ég fer síðan yfir, sem leiða aftur á sér það að þið eru að fá, þetta kerfi er dýrara
dýrara þannig laga, þetta kostar meiri peninga að framkvæma verkið, en ef að þið flokki vel, þá ætti það alls ekki að koma niður á íbúum því að þið fáið greiðslur úr úrvinnslusjóði samkvæmt árangri. Og ef þið flokki vel pappír og pappa og plast, þá fást endurgreiðslur úr úrvinnslusjóði sem að greiða niður sorphirðugjöld íbúa og það er verið að fara að renna beint til íbúa. Það er líka í lögunum, það bara verður að vera þannig. Þannig að í heildina ætti þessi lagabreytingu öll og þetta umstang í rauninni ekki að kosta íbúa neitt þegar að uppi staðið, ef þið flokkið, það er að segja. Síðan er bara hvað má fara í hverja tunnu og síðan ætlum við aðeins að skoða þann árangur sem þið hafi nú þegar orðið sem hefur verið í sveitarfélaginu og við hverju má búast. Það er breytingar sem átt sér stað núna áramótin voru snertu þessi þrenn lög hér, lög meðhöndlun úrgangs, lög hollustuhætti og mengunarvarnir og lög úrvinnslugjald. Fyrstu lögin þarna eru þá fjallað það eitt kerfi skal yfir landið allt ganga og það í grófu dráttum er þetta þannig að þetta eru í rauninni 7 flokkar sem verða gerðir af svona grunnflokkum sem fólk á að flokka frá öðrum úrgangi. 4 flokka á að flokka beint frá sérsöfnum frá heimili og 3 flokkar koma síðan í þessa grenndarstöður eins og var að tala hér hann Stefán rétt áðan. Það á líka til þess að við séum ekki að þvælast frá einu sveitarfélaginu til annars og vera að velta fyrir okkur hvaða merkingar eða hvernig þetta er, þá á að reyna, það verða samræmdar merkingar á öllum tunnum, það er sömu merkingar allstaðar. Og það eru náttúrulega myndrænar þannig að við eigum bara að læra myndina og þá getum við, þó við förum í sumarfrí eða förum eitthvað á milli sveitarfélaga, þá er sama kerfi og sömu reglur sem gilda. Lög hollustuhætti og mengunarvarnir snúa mestmegnis að því að gera framleiðendur ábyrgari. Framleiðandi er líka innflytjandi, þannig að þeir sem að, það er hugsunin sú í grunninn að reyna að fá framleiðendur til þess að vera með minna af umbúðum, til þess að við þurfum ekki að nota allar þessar umbúð. Það er náttúrulega mál númer 1. Og þau lög snúa svona meira að því að reyna að umbuna þeim sem eru með í rauninni betri eða svona umhverfisvænni lausnir þegar kemur að umbúðamálum. Og þriðja er þetta úrvinnslugjald og það er þannig að kannski hluti af öllum þeim verðhækkunum sem hafa verið í dag á öllu Íslandi er einmitt út af þessum lögum og ekki stór hluti en samt hluti. En þannig er að það var lagt úrvinnslugjald á allar vörur eins og var til dæmis, eða ekki allar, flestar vörur, eins og til dæmis bara krydd í glerdósum. Það er alltaf komið úrvinnslugjald á það og það er lagt ofan á vöruna. Og vöruverð hefur líklega hækkað í janúarmánuði alltaf 3% vegna þessara nýju laga. En þessi peningur fer allir í sjóð sem síðan er endurgreiddur aftur þegar þið flokkið þetta rétt. Þannig er verið að búa til svona ákveðna hringrás peninga líka. Það er að segja að þið borgið í rauninni, þegar þið kaupið vöruna þá er það að borga í rauninni fyrir úrvinnsluna á vörunis líka. Svipa bara á þegar kannski þetta sem allir þekkja sem er bara með dósir og gler og annað slíkt. Nema þetta kemur ekki beint til íbúans, heldur til sveitafélagsins. Þannig að í fyrsta skipti er á að fara að borga beint til sveitafélaga, greiðslur úr þessum úrvinnslusjóði. Og við erum að tala alveg umtalsverða peninga sem að sveitafélög eru að fara. Ég veit ekki hvað er komið mikið innan sjóð en ég geti vel trú að það væri hlipi á 100 milljóna eða ekki miljardum. Þannig að þetta er fljótt að gerast. Þetta er 4 flokka kerfi sem að fer í gang núna og þetta næri ekki eingöngu til sveitafélaga heldur allra lögaðila. Þetta næri til allra lögaðila og allir lögaðilar eru þar að leiðandi öll félög og öll fyrirtæki á landinu. Þannig að þetta eru þeir flokkar sem á að sérsafna frá heimilum og hér sjáum við merkingarnar. Pappír fer í eina tunnuna, þess er númer 2. Plastið er í fyrstu og síðan er það matarleifar og svo blandaður úrgangur. Þetta er rosalega einfalt í raunveruleikanum
að svona flokka í þessa grunnflokka. En það má heldur ekki gleyma því og við getum farið aðeins yfir það hér, hvað sérsöfnun er. Sérsöfnun er það að halda úrgangsflokkum aðskildum eftir tegundum og eðli til þess að auðvelda tiltekna meðhöndlun. Af því að við viljum horfa á og horfum á. Og ég hef oft sagt þetta, þú veist, af því að þetta eru verðmæti, þetta eru hráefni, þetta eru verðmæti sem við erum að ná í. Og tekjur Íslenska gámafélagsins til dæmis, bara sem ég hafi það bara sem dæmi hér, að 43% af öllum okkar tekjum sala á þessu hráefni. Það er það að við erum að selja þetta hráefni til frekari endurvinnslu, þannig að við erum í raunveruleikanum að meðhöndla bara verðmæti og eftir því sem fólk flokkar betur og þetta gera meiri verðmæti, skapar þetta verðmæta sköpun, við fáum evrur inn í landið og við fáum atvinnu og þetta er umtalsvert því á síðasta ári, bara sem tökum við eitthvað dæmi, bara plast, pappír, flutti Íslenska gámafélagið og 10.000 tonn af pappír, 10.000 bara þetta eina félag. Þannig að þetta er umtalsvert sem við erum að henda, sem er hægt að endurvinna aftur og búa til bara aftur pappír úr. Og leið og við hættum að hugsa þennan úrgang okkar sem einhver drasl rusl. Þetta er bara, horfum á þessi hráefni, þá breytist svona öll hugsun, sko. Þetta er svo skrítið, sko. Maður horfir á, sko, fólk beygja sig eftir 1 krónu og henda síðan pappakassa eða ferðin sem 300 verðmætari. En það er að því að, sko, við hugsum ekki þetta sem verðmæti. Þetta er verðmæti. Og þegar við setjum þetta eins og í jörðina, þá er yfirleitt það sem þar það verður þegar jörðin ókomna tíð. Það er algjörlega staðreynd. Það gerist voðalega lítið þegar við erum lögrið og landið er bara ónýtt, ekki í 100 ár, heldur fleiri 100 ár. Við gerum lítið þar. Við erum náttúrulega, þið eru búin að vera með grænutunnuna, í hana hefur mátt fara 3 mismunandi flokkar og núna er því sem sagt hætt. Það er bara að gerast núna í júní að það mátti fara í hana, pappír, plast og málmar, en það er ekki lengur leyfilegt. Og málmar fara þá í þessu svokallaða grenndargáma og pappír og pappi fara í sérgáma og plast í sértunnu. Þannig að það er það sem að er stóra breytingin í rauninni hjá ykkur. Sko, breyting til þess, hún er ekki stórkostlega í svona sveitafélagi eins og hér. Þið eru komið þar langt í flokkun. En í Reykjavík og höfuðborgarsvæðinu, þar eru menn náttúrulega og konur bara ekki búið að flokka nokkuð skapaðan hluti bara aldrei. Það hefur afskaplega lítill árangur. Þannig að breytingin er langt mest þar. Þetta eru grenndarstöðvar. Ég veit nú ekki hvort þetta voru grenndarstöðar sem verða hér, en ég bara þekki það ekki. Ég veit ekki hvaða grenndarstöði þið hafið ákveðið að kaupa. En þetta er dæmi grenndarstöðvar sem eru settar upp á nokkrum stöðum og þá er það bara reynt að hafa þetta snirtilegt á þeim stöðum þar sem þar verður og þessi 3 flokkar, málmar, gler og textíl verður sérsafnað þar. Hugsunin þarna er að þetta sé á stöðum sem aðgengilegir öllum íbúðum allan sólarhringinn. Þannig að og samt takmarkað aðgengi, ekki stóra lúgur þannig að þú getur sett eitthvað rusl. Þetta er líka áskorun fyrir bara fyrirtæki og alla vegna þess að hingað til hefur til dæmis gleri verið virkilega safnað en þetta hefur bara farið í urðun. En nú þurfum við og verðum að koma þessu í endurvinnslu og gler er mjög auðvelt efni í endurvinnslu sem slíkt. Glerið sjálft, en auðvitað það er alltaf einhverju límmiðar á því og það er drasl í því og það er það sem er erfitt. Og svo er það líka að Ísland er lítið land og við þurfum að flytja þetta líklega erlendis til þess að koma þessu í endurvinnslu. En það er samt þannig líka að við erum sjálfi, bara sem fyrirtæki og hvetjum við einstaklinga til að skoða það að þetta er hráefni sem hægt er að nýta einhvern veginn. Og við erum með mörg dæmi þar sem að fólk kemur einhver hugmyndir og fer að endurvinna sjálft. Við erum með til dæmis í góðu samstarfi fyrirtæki sem heitir Plastplan, það strákar sem byrjuðu ungir að komi til okkur og fóru að vinna úr plasti og þeir eru farin að vinna fyrir okkur húsgögn og vörur ýmiskonar úr úrgangsplasti sem þeir fá frá okkur. Það eru fleiri svona dæmi. Við erum ungum maður sem kom til okkar og sagði ég vil fara að framleiða lífdísel úr matarolíu. Og við fórum að hjálpa honum og við framleiddum þá til að síðasta ári 400.000 lítra af olíu sem við settum á bílana okkar. Bara var matarolíu. Þetta er allt verðmæti. Eitthvað sem áður voru spilliefni.
það er svo auðvelt að breyta þessu öllu yfir í verðmæti. Og þess vegna glerið er núna, við erum með nokkrar hugmyndir þar bara sjálfir, þetta nota þetta sem steypu, íblöndunarefni í steypu og ýmislegt, þannig að það er hægt að gera ýmislegt og ég hvet að einhverjum hefur góða hugmyndir, endilega komið til okkar og við munum reyna að taka þátt í þeim. Þá fyrir við aðeins í aðkomu úrvinnslusjóð. Þannig er að sveitarfélög fá greiðslu frá úrvinnslusjóði fyrir sérsafna eftir þessar nýju breytingar. Fram að fyrstu 6 mánuði ársins með að vera að innleiða þetta, þá fær sveitarfélagi meira sér greitt fyrir það hráefni sem safnaðist í grænutunnuna að einhverju leyti, en litla peninga þar. En eftir að sérsöfnun hefst, þá fáið þið greitt fyrir plasttunnuna, pappírs- og pappatunnuna, glerið í grenndargáfunum og málmana í grenndargáfunum. Og það sem að greiðslan þarna á í rauninni að endurspegla er kostnaður við það að sækja efnið. Kostnaður við að sækja efnið og jafnvel sko leigan á ílátinu og einhvers svona fræðsla. Þetta á alltaf að endurspegla. Þeir að vera að setja svona nýjar gjaldtökur á, þá veit enginn hvað rétt tala er. Þannig að þetta verður eflaust eitthvað svona þarf einhver 1-2 ár til þess að menn átti sig á hvað gjaldið á að vera fyrir hvert kíló. En það verður þannig að við sem söfnunaraðilar hér sendum til úrvinnslusjóðs skýrslu á mánaðarfresti þar sem við segjum frá árangri ykkar. Segjum bara 1000 kíló af pappír og þá fáum þið bara greitt og þeir taka að fara yfir skýrsluna og senda það til ríkisfélagsins og hann borgar sveitarfélaginu þessi 1000 kíló. Og við erum að tala mismunandi greiðslur eftir því hvert er verið að sækja, hvort það er verið að sækja upp á bóndabæ, eða hvort það er verið að sækja í þéttbýli, eða hvort það er verið að sækja grenndarstöð. Þetta eru mismunandi kostnaðar við að sækja hvert og þess vegna fáum við því mismunandi greitt eftir hvert er verið að sækja það. Þannig að þetta getur verið frá 150 krónum upp í 360 krónur á kílói. Þannig að þetta er umtalsverðir peningar. Þannig að ykkar árangur læri gjöld og nú er ykkar að taka þátt. Og við allt í einu komin í einhver dómarasæti það hvort þið er að gera þetta vel eða illa. Það er reyndar alveg nýtt hlutverk fyrir okkur líka að þurfa að gera það. En og við verðum að vera heiðarlega í því því að það er þannig að því miður þá er að í grænutunni til dæmis sem að hefur verið hjá ykkur og fleirum þá er allt af 15-20% af hráefni sem við sækjum er í rauninni rusl, því að menn flokkar rangt. Ég held að þetta kom til með að minnka mikið núna þegar þegar verður svona meiri sérflokkun. Þannig að ég hvet ykkur öll bara til þess að vanda ykkur. Já, hér er einmitt dæmi greiðslunar ykkar. Þetta er dreifbýlið, alltaf heimatunna, 377 krónur fyrir kílóið. Þetta er ansi drjúgur penningur og þetta er bara nokkur dæmi. Ég ætla nú ekki bara að lesa upp þessar krónutölur allar, en eins og við sjáum þetta er alveg skýrsla fyrir okkur að gera. Og við þurfum að halda aðgreindum þessum flokkum sem koma úr sveitum og þéttbýli. Sem betur verið bílinn okkar með vikt, eða ég er nú ekki einu sinni viss. Er hann með vikt? Gunnar, er hann með vikt? Hann er með vikt, já, ok. Þannig að við getum alveg fylgst með því. Þannig að það sé þannig að við verðum að halda þessa skýrslu nokkuð vel. Hér í Borgarbyggð hafið þið í rauninni verið lengi að flokka og grænatunna fyrir plast, pappír og pappa var innleidd hér árið 2010. Þannig að það er komin 13 ára hefð. Þannig að fólk er vant þessu og það er líka, brúnatínan er búin að vera hér í einhver 5 ár. Þannig að breytingin hér, eins og ég sagði áðan, er afskaplega lítil með það sem er að gerast á mörgum öðrum stöðum. Þannig að við búumst nú við því að árangur verði mjög góð. Ég get sagt ykkur það samt, margir hafa hugsað út ykkur höfum ekki fleiri grenndargáma og annað slíkt. Við sem söfnunaraðilar vitum það að besta hráefni sem við fáum, og það er langt besta hráefni,
það kemur beint frá heiminum. Það miklu betra heldur hráefni sem kemur frá fyrirtækjum og miklu betra heldur hráefni sem kemur úr grændagáum. Það langt besta og verðmætasta hráefni. Þess vegna erum við ákaflega ánægð með það að eiga að safna beint frá hverju heimili fyrir sig. Ég veit ekki hverju það en líklega það bara það að þú veist, við bara viljum ganga vel heima hjá okkur og þá það bara einhvern veginn svo stutt að gera þetta og þægilegt og það svo margt sem kemur á daginn. Þá förum við aðeins í það hvað á að fara í tunnunar. Pappír og pappa, tunnuna, þar eiga að fara skrifstofupapír, dagblöð og tímarit, gluggaumslög, fernur, sléttur pappír. Og þessi bara góða regla að það á að vera svona nokkuð hreint hráefni. Það ekki þrifið en skólað. Það munur hérna á. Þið þurfum ekki að setja í uppþvottavélina, alls ekki, en það samt, þú veist, bara fólk hugsi þetta bara að það starfsmenn hjá mér sem þurfa að meðhöndla þennan úrgang. Þau þurfa að snerta hann og taka á hann og vera með hann í andlitinu. Þannig að, þú veist, það ekki, þú veist, og ef þú ert með skýrdolluna, hún búin að vera fyrst í bílnum, fyrst í ruslinu hjá þér í viku, síðan í bílnum, síðan í einhverjum haug og síðan til þeirra eftir 3 vikur, þá þetta að fara að lykta illa. Þannig að please, hugsiði bara það, þið vildið ekki hafa þetta skítið til þeir flokkið þetta og þá bara eðlilegt að aðeins að taka tillit til fólksum sem að vinna við þetta. Og það ekki mikið mál. Það afskaplega lítið mál að skóla þessa hluti, en það ekki verið að tala þrif. Og eins og í pizzakössum og svoleið, það bara taka, við þurfum ekkert að fá pizzu með, skilji. Þið bara getið sleppt í, sett það í lífræna dalli. Þannig að en annars þetta mjög einfaldur í sjálfu sér þannig að einfaldur flokkur. Það ekkert erfitt að það ekki margir svona fletir það oft einhver svona lok og eitthvað slíkt sem maður heldur að sé þá áli, jafnvel pappi og ál blandast saman. En yfirleitt þetta mjög auðveldur flokkur til þess að svona aðgreina frá öðrum. Plastið. Þetta dæmi þar plastumbúðir sem það bakkar undan matvöru. Við skólum það líka. Mjúkt litað plast, pokar og annað plast. Þarf að vera hreint og þokkalega þurrt. Fólk spyr mikið hvað plast og já, plast langt flóknasti flokkurinn af þessum bara af því að það svo margar tegundir af plasti. Við notum alltaf, það segjum bara þetta grófu aðferð. Ef þú tekur plast, eða svona heldur sér plast, kreistir það saman og gerir svona að fyrir sundur aftur, það það plast. Ef það fyrir ekki sundur, það eitthvað annað. Þannig að þetta svona grófa aðferð, hún ekki 100% rétt, þetta fínt til þess að nota allavega. Og það sama þarna, það bara að skóla. Skóla, þú veist, þegar maður búinn að, kjúklingabakkan, þú veist, maður tekur og skólar með heitu vatni aðeins bara og setur þetta síðan í plastið. Og við viljum, fyrir okkur sem aðila í söfnun, þá eiginlega betra hráefni og má alls ekki koma í lituðum pókum, bara alls ekki, svo það sé alveg vitað. Ef það í lituðum póka, þá það rusl. Og ég get sagt ykkur út af hverju. Það vegna þess að ef þú ert með litaðan póka, þá þarf að taka hann í sundur. Og því miður að fólki hjá okkur á okkar færiböndum, þetta algengustu slísin hjá okkur, það það þegar það tók svona póka í sundur og stakk sig á sprautuna. Og af því að það ekki vita hvað í pókan, það sést ekki. Og það hafa heldur en gerst neinn alvarleg slís af því að fá stungu af einhverju sprautu í sig, en þetta ömurlegt að bíða. Það ömurlegt að bíða eftir því að þú veit ekki hvort þú sést smitaður af einhverju eða hafi fengið einhverja bakteríu. Þess vegna tökum við í dag allar póka sem eru litaðir í þessum tunnum og hendum þeim. Þannig að við bara almennt rusl, svo þið vitið það. Reynda að fer það í orkuvinnslu hjá okkur í flokkunarstöðinni, en samt sem að fer það í rusl. Þannig að mikilvægt, ef þið setjið í póka, þá verða það að vera glæri. En hins vegar fyrir okkur best að það sé bara laust í tunnunum. Sérstaklega pappír, það bara langbest, það bara fer þetta og flæðir á flæðilínu hjá okkur. Þó að sorphirðan oft á tíðum getur verið, þetta margþætt, því að það getur náttúrulega, það stundum rok á Íslandi, einstaka sem. Og þá meiri fokhætta. En samt sem að svona
erum við á þeirri skoðun að við viljum frekar fá efnilaust í bílana heldur en heitt. Matarleiðurnar, það nú frekar einfalt, þetta bara sá afgangur sem verður af matarborðinu. Hvert sinn, ávextir, grænmeti, brauð, egg, eggjaskurn, kjöt, fiskur, tepokar, kaffikorgur, hrísgrjón. Og bara alls ekkert plast. Plast versti óvinurinn þannig, bara lang versti óvinurinn. Og allur lífrænn úrgangur hér fer til jarðgerðar í Gæju í Álfsnesi. Og það er þannig að í Reykjavík, eða þess að höfuðborgarsvæðinu, það er komin svo regla að það eigi að setja lífrænan úrgang í pappírspoka, ekki í maíspoka. Og ástæðan er einföld þar, held ég allavega. Hún er svona meira tæknilega sinnis, það er að segja að það er ekki auðvelt fyrir þessa Gæju að vinna, þessa jarðgerðarstöðuna að vinna þetta plast. Þannig að í miklu magni þá í rauninni jarðgerðast mjög hægt í stöðinni. En hins vegar höfum við verið að fara með bæði héðan og líka frá Selfossi, lífræn úrgang sem er í þessum maíspókum og við höfum aldrei fengið athugasemd. Þannig að það er ekkert ólíklegt að þetta sé bara það lítið magn í heildina að skipti engu máli fyrir stöðuna. En ef að svo berindir þá gæti verið að það kæmi krafa það að allir myndi nota þessa pappírspoka. En það er alveg ekki eins og er. En hvort það verður veit ég ekki. Já. Bæði finnst mér fólk ekki alveg kannski með á hreinu að bein megi ekki fyrir þetta. Þú veist, maður henda bara beinunum með og annað. Ég hef bæði með hundakúk. Má hann fara í þetta? Nei, engin kúkur takk. Nei, vegna þess að nágrannir fékk þær upplýsingar þegar var með að sækja lífrænutunnuna að hundakúkurum mætti fara bara beint í það. Ég veit ekki hver, auðvitað, það er allskis misvísandi upplýsingar sem fara því með, nei, þú veist bara, það sem kemur úr afturendanum að hvaða kvikindi sem er, skilur, bara ekki í lífrænutunnuna, það er alls ekki. Þessu upplýsingar er það núti, en ég veit ekki hvað. Já, við endilega koma tilbaka að hætti þessu, skilur við. Þannig að Er í almennum leiðbeiningum frá okkur sem að við höfum gefið út sem að Jón aftur að sýna ykkur að það er að dýrasauð eigi ekki að fara. En hins vegar með beinin, sko, bein, þú veist, þau gerir ekkert ógagn þannig. Þú veist, hundaskítur gerir ógagn þannig. En í rauninni bein gerir ekkert ógagn. Þau sjálfu sér, sko, og smærri bein, þú veist, beingarðar á fiski eða, þú veist, kjúklingum, það er alltaf það. Það má bara fara þannig. Það eru þetta bara eins og leggir, þú veist, og svona stærri bein. Þau í rauninni jarðgerast ekki. Þau bara hreinsast reyndar, verða hvít og falleg, en þau skemma heldur yfirleitt aldrei neitt. Það er helst sko svona svínshausa, þeir eru svo harðir að þeir geta eyðilagt. Svo við förum út í það, við skulum kannski ekki fara á mikið í það. Aðalatriðið er það, þú veist, það sem fellur til á matarborðinu er nokkurn veginn í lagi. En alls ekki úrgangur. Hann á heima í almennum tunnum. Mest hræddur þessi sími minn sem alltaf að baula hann. Hér er flokkunartöflun okkar, þær eru gefnar út og þar er mitt farið í það hvað megi fara í tunnurnar, svona við gefum þetta út held ég á núna hér í Borgarbyggð, held ég, við erum komið með þetta allavega á 4 tungumál held ég. Þetta er komið á íslensku, ensku, pólsku og úkraínsku held ég. Er það ekki rétt? Ég held að það sé þannig. Þannig að nú ættum við að vera, nú ættu allir að hafa, svona flestir að hafa gott aðgengi og geta fræðst hvernig eigi að flokka. Og þarna á að vera tekið svona flestum hlutum. Auðvitað alls ekkert öllum, skiljið. Það bara er ekki hægt. Það er bara endalaus upptalning. En yfirleitt er það nú þannig að þetta eitt leiðir af öðru. Þannig og við segjum oft, sko, látið náttúrunni njóta vafa, skiljið. Þetta er ekki eins og þetta sé einhver 100% vísindi. Það er enginn sem gerir þetta 100% rétt hérna. Það er kannski steinir, skiljið. En ég meina aðrir, ég veit ekki, þú veist, það er bara, þú veist, það er ekki hægt að allast til þess, skiljið. Þú verður þá bara að vera fættur í þessu.
En það er hægt, og ég er mjög ákveðin til að segja, því ég segi Steini hérna, kannski þekki hann ekki allir, en hann setur urðunarstaðinn Fíflholt í mörg ár, og hann var að segja mér áðan að hann var að fara yfir árangur sinn í flokkum. Og það er náttúrulega bara, já, ég bara roðna, ekki á ég séns í þann þegar það kemur að þessum flokkum, en það er þannig að 6,9% af hans úrgangi fer í almennt. Annað er flokkað. 93% skilji, sem að næra að flokka í endurvinnslu. Og þetta er náttúrulega algjörlega til sóma, en þetta er hægt greinilega. Og við erum að tala mann sem er búin að bara taka þetta að sér að vigta þennan úrgang bara hverjum einasta mánuði núna í mörg reyndar ár. Þannig að þetta er alveg hægt. Þannig að þegar fólk er að segja þetta sé eitthvað erfitt, þá höfum við þetta dæmi. Og það er engin vandi að gera svona hluti að bara svona sjálfsögðum hlut. Málmar, það sem fer í grendagámana málmar. Þetta eru auðvitað hugsað sem málmumbúðir mest, svona smærri málmhlutir. Þetta ekki ætlast til þess að menn koða druslist þarna með hettið eða skýrkamsan eða hvað sem og reyna að tróða þessu þarna inn. Það ekki hugsunin. Þetta eru smærri málmhlutir sem falla til á heimilum. Og þess vegna til dæmis grendastöðum svona afmörkuð með lítil göt og annað slíkt, þannig að það bara ætlast til þess að þannig hluti fara þarna inn. En þið fáið núna einmitt endurgreiðslu fyrir þennan flokk. Og þið sjáið þarna álpappír, þarna eru tappar, krukkulokk og annað slíkt. Þið sjáið, það engin dós með límiða, það er búið að taka þá alls staðar af. Það ekki þannig að það sé alltaf auðvelt, þannig að ef það er erfitt, þá verður bara líminn að fá að fylgja með. Það ekkert flóknara það. En ef hann svona, þú veist, hann oft bara límdur svona hringinn og svo hann bara hálflaus, þá endilega, þú veist, bara rífið hann af. Þannig að þetta er bara svona almenns kynnsemi. Reynið að gera það, en ekki vera að eyða mikilli vinni í það. Þannig að það er svona það sem að kannski helst er. Glerið. Það er sama reglan þar, taka lokin af, límmiðan ef hægt er. Hér allavega á Íslandi ekki gerða kröfur það að skipta þessu í litað og ólitað gler. Yfirleitt það gert í öðrum Evrópulöndum, en hér allavega ákveðið að gera það bara þannig að þetta bara gler eitt. Þetta bara eitt flokkur. Og við vorum einmitt núna í samstarfi við endurvinnsluna. Endurvinnsla, ég veit ekki hvort ég munið eftir því, en það voru stórt mál fyrir svona rétt rúmu ári síðan þar sem kom upp að endurvinnslan hefur náttúrulega bara sett þetta gler í urðun upp í bara bólöldau. Þeir eru hættir því og við vorum aðstoð við að taka fyrsta skipi. Það kom skip núna bara í síðustu viku, við fylltum að gleri, 5.000 tonn held ég hafi verið. Hvað segirðu? 3.700. Ég er sölumaður, sko. Ég íki hlutinum svona 30%. Hvað sagðirðu? 3.700 tonn fórum með fyrsta skipi. Þannig að þetta þá í fyrsta skipti sem verið að senda gler til endurvinnslu. Þannig að og þetta vara sem greitt fyrir erlendis. Þannig að og frekar eftirsótt. Það ekki erfitt að ná. Það ekki margir sem eru að vinna þetta, en þetta samt alveg eftirsótt vara. Textílinn, hann hefur hingað til verið safnað saman af Rauða krossinum. Það eru mjög ötult bara. Rauði kross Íslands hefur náttúrulega séð fatasöfnun á Íslandi. Þeir hafa gert þetta náttúrulega þannig að þeir eru kannski ekki stakk búnir til þess að taka við öllum textíl á Íslandi 1, 2 og 3. Því þetta breytist svolítið. Nú þetta bara allir textíl. Áður var þetta meiri svona söfnun á fatnaði kannski, en núna þetta bara allir textíl. Þannig að við vitum ekkert og allir vilja svo sem bara að þeir haldi því áfram. Ég held að sé enginn á móti því. En ef þeir geta það ekki, þá þetta líka eftirsótt vara og auðvelt að losa við hann. Og þetta fer þannig fram að það fyrir stórar verksmiðjur erlendis, þar sem að þetta flokkað frá og endurnotað að hluta, sumt að þessu endurnotað og síðan restin fer í fabriku þar sem bara notað þar sem bara búin til aftur afurð úr því, bara í sambærilegu textíl.
Í þetta eitt sem reyndar vinnufatnaður ekki æskilegur í þennan gang. Held ég að sé rétt allavega sem kaupendur vilja ekki vinnufatnað því að hann úr ákveðnum efnum sem eru eiginlega bara vonast að endurvinna og eru líka við hættuleg. Þannig að það það eina sem við höfum svona fengið frá okkar erlendu byrgjum og við viljum ekki fá. Það svona bara þessi eins og starfsmenn íslenska gámafélagsins sem eru svona glæsilega klæddir í gulan búning sem glansar svona. Þetta vaxborna sem utan að það ekki góð varahist. En Kannski væri að meina jakkafötin hjá lögreglusjónum. Nei, það ekki þannig. Það þessi vinnufatnaður sem svona sjálflýsandi. Það það sem átt við. Þá skulum við bara fara yfir ykkar árangur. Ekki steina, þetta ykkar og við getum borið steina saman við ykkur. En þarna sér ljóst að 53% af þeim úrgangi, þetta bara úrgang sem safnast að heimilum, ekkert á öðrum, bara frá heimilum. Og þarna 53% að fara í urðum, 27% að fara til endurvinnslu og 20% í lífrænan úrgang. Lífrænt 20% frekar svona almennt svona frekar þokkalegur árangur, bara nokkuð góður árangur. Og þetta alveg ágætistöl, þannig svona já við bara svona landsmeðaltal. Þannig að þetta fínar tölur upp á það ekki. En hins vegar þá þá lauma ég alltaf þessum boðskap með, að mér finnst ömurlegt að við séum ennþá að urða á Íslandi. Mér finnst það eiginlega bara skelfilegt, En þið farið með hráefni til urðunar hér í Fíflholtum þar sem ekki fer í endurvinnslu, þessi 53%. En ég sagt ykkur það eru sem sagt frá Borgarbyggð þetta 320 tonn á síðasta ári sem fóru í urðun. Og ef við hefðum sendt þetta til Danmerkur þá hefði verið hægt að hita upp og bæði hita upp og framleiða rafmagn fyrir 57 heimili þar. Og þá vantaði ég raunverulega þessa orku þar. Nú það bara þannig að flest sveitafélög á landinu eru í miklum vandamálum með urðunarstaði. Þetta áráður, þetta mín skoðun, þannig að ég verð að fá að segja hana. Og þetta mjög dýrmætur staður sem þið eigið, Fíflholt. Ég myndi reyna að halda lífi í honum sem allra lengst. Því að það verður alltaf erfiðara að fá leyfi til að urðuna. Þannig að þið eigið þennan stað og bara minkið alla þá urðun sem hægt og komið hlutunum í orkunýtingu eða endurvinnslu eitthvað annað. Við fórum á sínum tíma í herferð sem heitir Hættum að urða og af því að okkur langar ekki til að sjá landið okkur svona. Ég get líka sagt það að okkur fannst þetta rosa grófar myndir þegar við vorum að taka þær. En ég var einhverju fallegasta landi í heimi bara núna fyrir stuttu síðan og það heitir Ítalía og óbáslega fallegt land. Og var að keyra þannig sveitir. Það var hræðilegt. Það svona. Og það svona, ég ekki að ljúga þessu. Það orðið svona. Það svo mikið af plasti og drasli að það óhugnanlegt. Og það vegna þess að það bara hefur ekki verið nein vakning. Og það við lifum á þessu hér. Við lifum á túrisma. Við lifum á landbúnaði. Þú fórst yfir þetta í byrjun. Á hverju þetta landbúnaði og framleiðslu matar. Og þetta allt. Það sem akkurat þetta fjallar Og þess vegna eigum við að taka þetta alvarlega og alla leið og reyna að stemma stigu við þessum hlutum. Á síðasta ári fórum við, Íslenska gámafélagið, fluttum út til orkunýtingar 19.760 tonn. Það ég veit ekki hvað var urðað hér í Fíflholtum mikið á síðasta ári, 10-12.000 tonn eitthvað svoleiðis. Manst þú það, Steini? 17.000 tonn voru urðið í Fíflholti. Það sambandlegt magn og við fluttum út bara til orkunýtingar í Danmörku og það dugði til þess að hita upp 3.505 dönsk heimili. Og í dag orkukreppa. Það raunverulega orkukreppa. Það óbáslega dýrt að bæði hita heimili og það takmörkuð auðlind í dag. Þannig að
þegar við erum að horfa á þetta, þá eigum við að horfa á alla vörn, alveg, almenna ruslið lélegasti hlutin af beljunni, skiljið. Þannig að, vissulega, en það á ekki að urða það. Það á að nýta það til orku. En auðvitað, númer 1, 2 og 3, flokkum og þá verður sem minnst að því ráðum til. Því að það best af öllum, að koma því aftur inn í hringrásina eins og á að gera. Hér eru dæmi þær tölur sem við fluttum út á síðasta ári, pappír og pappi, það 10.000 tonn. Á síðasta ári fóru einungis 670 tonn af plasti út. Ástæðan einföld, það að fyrir, ekki rétt rúmt ár síðan, eflaust munið eftir því, þá kom frétt, plastfundurinn mikli í Svíþjóð, þar sem að íslenskt plast fannst inn í bæ, inn í Svíþjóð, þar sem að við höfðum sendt vöruna erlendis til flokkunar en hún endaði síðan dagaði upp í einhverju skemmu í mið-Svíþjóð og ég fór sjálfur og skoðaði málið og fann út að þetta var að hluta til alveg rétt, kannski ekki í því magni sem var talað en enga síður, þetta var rétt frétt og við hættum að flytja út plast þangað til við varum bara orðið þess fullvissir að varan sem við ætluðum að senda út færi í endurvinnslu, þannig að það skiptir máli. Og þess vegna var svona lítið sent út að síðasta ári, en í febrúar þá fundum við aðilar sem að taka við svo við treystum til þess að endurvinna þetta. Þá fóru 25 gámar út í febrúarmánuði vegna þess að við höfum bara safnað þessu. Og það algjör mýta að nokkurt fyrirtæki sem standi í þessu vilji að þetta fari á þennan farveg. Það vera allstaðar mistök og allstaðar, þetta ungur iðnaður og allt það, en þetta eru verðmæti sem hefur verið að reyna að gera meiri verðmæti. Við fluttum út 2400 tonn af málmum. Málmar hjá okkur eru þá góðmálmar, það að segja, þetta tin, ál, eir, gull og eitthvað slíkt. Þannig að ekki mörg tonn þarna gull reyndar, en samt eitthvað. Þannig að dekk 1600 tonn og svo annað. Þannig að þessi deild okkar alltaf að verða stærri og stærri að flytja út það sem við köllum úrgang. Hér verksmiðja sem við settum upp á síðasta ári, Lína heitir hún. Hún sem að í þetta fer hráefnið úr plastunninni og pappistunni, í sikkur lagi náttúrulega. En samt sama línan, bara sikkurum deginu. Og þarna erum við að flokka úr það sem kemur óhreint með. Þá erum við að flokka út ef einhver hendur vitlaust eða hvað sem. Þetta að hluta til vélræn og að hluta til í höndum. Starfa þarna á þessari línu okkar, starfa alltaf 10 til 12 manns og það ganga svona 6 tonn og upp í 8 tonn í gegnum að ná klukkstund. Þannig að þetta heilmikið magn sem fer þannig gegn. Við erum líka að sá úrgangsflokkur sem mjög erfiður. Það samsettar umbúðir eða samsettar hlutir, það svo húsgögn, dýnur sem einhver hlutur sem úr mörgum, dúnn og textil og við viljum flokka það í sundur þannig að við erum að núna að hanna nýja flokkunarlínu fyrir þennan grófa úrgang þar sem við tökum þennan grófa úrgang, hann bara settur í tætara, allt tætt í sundur fer á línu og þar til að byrja með það flokkað á höndum en síðan kaupum við búnað inn í þetta þannig að þetta verður nánast bara alvélrænt og þá blæst þetta, plastin í burtu og það, hristir annar hluti í burtu, þetta er bara svona einfald eðlisfræði, en stór og mikil tæki og svona verksmiðja kostar $500 milljarð. En með þessu, ef við gerum þetta, þá hægt að spara urðun á 10.000 tonnum bara af þessum grófa úrgangi ári. Og það mikið til þess unnið. Allt þetta gert til þess að halda þessu blessaða hringrásar hugsun í gangi. Hér áður og ekkert svo langt síðan, ég meina þá og bara lengi fram eftir öld og þá voru menn bara að vinna svona línulegt hagkerfi, skiljið. Við tókum eitthvað, keyptum eitthvað og hentum því. Í dag hringrásar hagkerfi þýðir í rauninni við kaupum eitthvað áfram, minna vonandi og setja það aftur inn í kerfi til þess að búa til sömu vöruna aftur og aftur. Það hringrásarkerfi, það ekki flókið. Það bara nýta auðlindirnar og þegar við horfum á það ég meina, við þurfum eftir því sem við notum meira járngrýti eða hvað sem það heitir, þá þurfum við alltaf að grafa dýpra og dýpra. Það miklu eðlilega að við tökum hlutinn
og bara tökum járnið og bræða upp aftur. Það er miklu einfaldar heldur en að fara að sækja í jörðina einhverja 3 kílómetra einhverstaðar út í Afríku og flytja það hingað. Þannig að sko hagfræðin er svo auðveld í þessu að menn hugsa aðeins út í það. Þú veist, pappírinn, að ryðja niður heilu skógunum í staðinn fyrir að taka pappírinn og gera bara aftur pappírunum. Það sjáu þetta allir, en hingað til og það var bara nýlega, var ríkjandi hugsun að bara henda þessu í jörðina. Hún er sem betur fyrir að breytast. Til þess að, ef við gerum þetta, þá erum við að spara auðlindir, við erum að spara orku og draga úr mengun og draga úr urðun. Og sama hvort við séum á móti einhverju, eða með einhverju svona fyrst halda eitthvað loftslagsbreytingar og allt það. Þetta einu sinni fjallar ekki um það. Þetta bara fjallar um það að fara vel með það sem við eigum. Bara skila því tilbaka. Til þess að það sé gert, þá þurfum við öll að vinna í takt. Og þegar við vinnum í takt, þá náum við oft miklum árangri og það sýnir svona kappar. En oft og tíðum, þegar góð stemmingin og allir ganga vel, þá komast við hratt áfram. En það er líka stundu þannig að það þarf ekki nema einn ræðara til þess að allt farið til fjandans. Og við viljum ekki vera sá, það. Þetta er við skulum vona að það sé ekki margir slíkir í þessum sal. Þetta er eiginlega það sem ég vildi segja ykkur og síðan er ég hér í salnum Gunnar, sem er rekstrarstjóri hér á Vesturlandi, Friðrik, sem er landstjóri Íslenska Gámafélagsins, Blængur, sem að ég geti bara kvarta í, til, og Elín, sem er umhverfisstjóri hjá Íslenska Gámafélaginu. Við eigum að hafa flest svör fyrir ykkur ef að þið hafið einhverjar spurningar, ekki endilega ég, en allavega þau. Innleiðingin á þessu nýja kerfi hefst núna í lok þessa mánaðar, á að taka rétt rúmlega viku, byrjar í sveitunum, á að vera í samræmi við bara það losunar dagatal sem er í gangi. Þegar það er losað hjá okkur, þá eru bara skipt. Þannig að þetta á ekki verða lítið. Þannig að í rauninni, bara miðjan júní, þá ætti bara nýtt kerfi að vera tekið við og allir farnir að flokka sem enn. Þetta er ekki flókið. Auðvelt mál og já. Ég Pálmi Rögnvaldsson, þú varst að tala um 4 tunnur. Nú erum við misjafnlega margt í heimili. Margir og annars á öðru stöðum, þá er engin möguleik að fá að skipta tunnu til að spara tunnu. Já, nú skal ég svara sem verktaki. Fyrst svara ég sem verktaki. Skiptunna, en skiptunna, ég veit ekki hver stefna sveitarfélagsins verður hér í lokin, en það er þannig að til þess að losa svona tunnu, til þess að það væri velgert, þá þarftu í rauninni sérstaklega lyftubúnað, sem er til að nýlega, ekki kannski uppgötaður, en nýlega komin í svona fjöldaframleiðslu á þessum bílum. Og hann er ekki til hér til dæmis. Og þannig að það er svona aðeins tæknilega örðuleikar að gera þetta á þann hátt. Það er hins vegar ekki, það er alveg hægt að taka tunnuna og losa 1 ílát í einu. Það er mjög kostnaðarsamt, þannig að það er svo skrítið sem það er, að ef að, þetta er á peningalegum sjónarmiðum, að ef að ég losa þessa tunnu, þá er það dýrara fyrir sveitafélag að gera það heldur en að losa 2 tunnur. Það er verktakasvarið. Svo er það pólitíska svarið sem ég bara veit ekki, en það er ekki okkar að ákveða það og ég bara hreinlega bara man það ekki hvað var ákveð. Það er bara þannig að hér á ekki að bjóða upp á þann kost í byrjun. Síðan allavega vitum við það að það er hugsun að innleiða kerfið. Af því að auðvitað, við búum í raðhúsi, hérna megin búa 2 eldri hjón og aftur hinum megin 2 eldri hjón. Það eru aldrei 8 tunnur. Það er náttúrulega ekki í anda lagana einu sinni að vera að setja 8 tunnur þarna. Þess vegna er eðlilegt að það verði búið til kerfi þar sem að menn geta samnýtt á svona stöðum til dæmis. Og ég held að flest sveitarfélög taki það upp á ákveðið að innleiða einhverja eitt kerfi og síðan að reyna að taka tillit til íbúanna eftir það. Er ekki boðið upp á þetta sumstað? Jú, þetta er boðið upp á þetta í höfuðborgarsvæðinu. Allavega á höfuðborgarsvæðinu er þetta boðið upp á þetta. En þar er líka massin allt annar og þar eru bílarnir til. Getur fengið litlar
ekki kannski 4, en þið gætir fengið, ég held að hugsunin sé aðalega að minnka það ílát sem að væri almennt tunna. Það er að segja það sem að er almennt rusli. Þannig að sú tunna... Svona í brúntunni hjá mér Jú, og það í almenntunni líka, sko. já, Það er meira núna þess að það setjum plast og pakka saman, en hún er aldrei full. nei, Ég en... hef ekki að gera með þessu stóru tunnur, sko. Nei, ég veit. Þetta og við vitum það, þetta náttúrulega alveg vitað að þetta ekki kerfi sem sko besta kerfi fyrir hvern og einn, en þetta besta kerfi fyrir heildina. Og þetta kemur ekkert öllum eins vel. En auðvitað það þannig líka hugsað að til að spara, því að það viljið þið líka væntanlega, að þessi spara, þá hægt að lengja tíðnina á milli þess að plastið og pappirinn losaður og þar með verður það ódýrara fyrir sveitafélag og ykkur. En hérna, það rosalega flókið og dýrt fyrir sveitafélag að hafa margar gerðir af tunnum og lager bara og mörg kerfi í gangi. Þannig að auðvitað þetta bara alltaf spurning það í lokin, hvað hagkvæmast og fyrir ykkur sem heild. Og ef að menn eru með sérlausni þá kostar það yfirleitt. Og eins og ég sagði að vera með tvískipta tunnu fólk tilbúið að borga meiri pening fyrir raun minna rúmmál. Svolítið andstætt sko, einhvern veginn hugsun. En þannig það í raun. Af því að þú átt að... Svo það. Við erum flest tannur enda veit ég. Já. Og hvernig vitum við hvað á að flokka þetta? Nei, já, hvað fáum við borga fyrir? Fáum við bara svona sem búin að drekka vín og bjór og eitthvað svona? Og gos. Og gos, en ekki við búin að... Ja, og þetta var ekki bara við, reyndar ekki bara við, sko, hérna, mér finnst alltaf skýrasta dæmi, það eiginlega skondnast af þessu öllu, að því að lög eru náttúrulega lög, sett einhvern veginn og svo verður til einhver svona sniðmengi. En skondast fyrir mér það var til ílát hjá Ölgerni minni sem fyrir þykni, djúsþykni, og ef það stendur þykni á dollunni, þá fær það ekki endurgjald, en ef það stendur, sko, ef þið nota það til drykkjaríláts, sem drekkur beint úr því, þá endurvinnslugjald af því. Og þá getur þú fengið greitt fyrir hana. Þannig að þetta getur verið flókið, en enga síður það þannig í grófum dráttum, svo ég segi það. Þá það þannig að gler í drykkjarumbúðum getur þú skila til endurvinnslunar og þá færðu endurgreitt. En annað gler á að fara í grenndargáminn og þú mátt setja hitt gleri líka í grenndargáminn. Það allt í lagi, þá færðu bara ekki borga fyrir. Ná, nennir ekki endurvinnslunar. Já, en þetta eru, og í rauninni, á ég jafn erfitt með að skilja, þú veist, þennan mun og þú, sko. Já, og má ég spyrja með gler, sem að brotna spegill á. Já. Má hann fara í gler? Nei. Hilla sem brotna, má hún fara í gler? Glerhilla. Í rauninni, sko, ætti ég að segja nei við því, bara til þess að taka á, en líklega það já, vegna þess að það er svo hreint gler, en en það Þetta samt, sko, við erum aðeins svolítið að læra sjálf þetta og eins og með gleri, að við erum að finna út, og það eitthvað sem á meðan við erum að tala við mismunandi móttökuaðila og endurvinnsluaðila og annað, að til dæmis segja þér að bara eldfast mót til dæmis, að það fer í annan farveg heldur en svona venjuleg glerklukka, af því að þá glerið einhvern veginn meðhandla til þess að þoli hitann betur. Kristalglas til dæmis, það er ekki gler. Kristalglas. Á þetta þá að fara í almennsum? Nei, svolítið, þú veist, þannig að... Sko, þetta er nefnilega, það til flokkur sem heitir postulín og hann verður sér og það má í rauninni taka það gler sem að ekki svona hreint gler ætti að fara í þann flokk og það fer bara til urðunar áfram. En þetta gler, sko, við erum alltaf að hugsa, þetta flókið, sko, ég meina það verið að nota að því að sko í rauninni ekki verið að safna þessu saman af einhverju tilgangsleysi, það verið að safna þessu saman til þess að þetta búa til einhverja vörður. Og þess vegna þarf að
segja gler allt í orðið sérflokkur og gler eitthvað sem við þurfum allt í að endur hugsa sem skilgreiningu og það ekki, eins og segið, það ekki spegill og það ekki rúða úr bíl, það ekki eldfast mót, en auðvitað getur enginn vita þetta allt. Þannig að hugsun svo, allt gler sem svona drykkjarumbúðir, sem utan matvöru og annað slíkt, það á að fara í þessa grenndargáma. Annað á að fara endurvinnslustöðvar. Hann á að fara á grenndarstöð, hann má ekki fara í almenna rusl. En með mjólkurferðinu sem með plasttappa, Já. á að taka bæði tappan og hringinn úr? Þú þarft þess ekki, nei. Þarf ekki, fara bara í pappa? Já, það má gera það. Í grenndargámanir, Já. hvernig ætlast til að við, ef maður skilir sér í poka, glærum poka, eða bara sturta beint í? Þú mátt gera það beint í, en það er ennþá meira fókvandamál, reyndar í svona frontlút, eða svona í gámum sem eru losaðar á þennan hátt. En það verður alltaf, ef þú setur í poka, það verður alltaf að vera glærupokar. Sjálfur til dæmis set ég, þegar það er pappír og pappi, þá set ég það alltaf í svona brúnan poka, þú veist, bara frá krónunni eða eitthvað sliðis, skilur svo burðarpoka. Það er fínt. En svo er hitt, þú veist, þú mátt aldrei setja það sem fyrir glergám, það er frá laust. Það sem fyrir málmgám, og alveg klárlega frá laust líka. Það má aldrei fara í umbúðir. Bara beint, alltaf laust, please. Aftur svona eldhúsbréf og svona eldhúsrúllubréf og svona. Fer það í... Heyrðu, það er skemmtileg spurning, en þarna er þetta eins og með hitt. Ef þú snýtir þér, ekki setja það í með bréfinu, þá það fara í almennt rusl, en ef þú ert að þurrka matarborðinu, þá má það fara í bara lífrænadal. Já, akkurat. Ekki svona mús. Já, ekki, þú veist, nei, en þú veist, þetta er bara svona þetta, og allt sem kemur af salernum, til dæmis, pappír og annars slíkt, hann á að fara í almennt rusl, í sjálf sér. Það er svona hugsun. Lyfjaumbúðir á að skila í rauninni til apóteka. Það á að gera það. En þetta, já, magnilega eitthvað, ég meina, bara í plasti. Þú getur alltaf þessu hæflesta það voru konar tvær hendur og loftið á það. Ég sé ekki neitt, sko. Ég sem fyrir tækningar, mér eitthvað tækjakost í dag, myndi geta sendt bæði 240 lítratunum og 120 lítratunum eða það verið góður fyrir 2 stæðir fyrir borgar. Já. Seinni spurningin eins og ég skil lögin þá verður ólulegt að urða lífrænan úrgang. Já. En það ennþá sagt bannað þetta sláturúrgang með. Já. Núna eru margir kannski sem taka heim, krokka og vinna og hakka sjálfir og þá verður til lífrænan úrgangur sem ekki sláturúrgangur. Í hvað þarflega ætti hann að fara? Hinn var, hvað var þriðja spurningi, sagði? Sko, slátur úrgangur, sko, þetta er náttúrulega bara, þetta er alltaf spurning magn. Ef þetta er lítið magn og þetta er bara, hrámeti, skiljið, sem svona afgangar, eitthvað fituafgangar, það má það alveg fara í lífræna úrganginn, skiljið, það er allt í lagi. Ef það er innan marka eins og maður, en þegar þau eru með eitthvað magnaði, þá má það náttúrulega alls ekki. Þá verður að fara með það á grenndarstöður og það er á að vera móttöka fyrir það. Því miður er svo aðferð notuð á Íslandi í dag að það er bara urðað. Því það er eina leiðin sem til er. Það er bannað og meira sé að þannig er það bannað að Íslenska ríkið er búið að fá dóm á sig og út af því að það er ekki til farvegur fyrir þessi dýrahræ. Og þetta er eitthvað sem að verður náttúrulega bara laga. En í sjálfu sér afskurður af því sem þú átt að gera heima hjá þér í svona heimaslátur og slíkt má alveg fara, ef þetta er ekki óhóflegu magni, má alveg fara í þessa tunnu. Ef maður skilar, eða vill ekki taka allar þessar tunnur, hvað er maður sagt þegar maður skilar? Ég meina, það sem að fáir eru, þá kannski hægt að geta 2 íbúðir sameinast um tunnur. Já, og ég held að í öllum tilfellum, þá held ég að nú er ég að tala fyrir hönd bæjarinn sem ég hef ekki leyfi til í rauninni, en ég held samt sem áður eins og ég sagði það, þá held ég að til þess að innleiða kerfið, þá verða allir látnir hafa þetta, eins og er.
Yfirleitt hafa sveitarfélög sagt síðan, akkurat þetta tilfelli sem þú ert að tala það er alveg rétt, við eigum að samnýta tunnurnar í sömu húsum hlið við hlið hvað sem það og fá þá einhvers konar minni greiðslur eitthvað, en það tekur bara tíma og það verður fyrst að innleiða þetta á einn ákveðin hátt og síðan fyrir að taka þessi dæmi öll og reyna að koma til móts við fólk og ég er alveg viss það að það verður gert hér í Borgarbyggð alveg eins og á víða annars staðar. Þetta er afskaplega gott svar frá umræðir. Hvar þú mátt staðsetja þessar tunnur? Já, svo er það. Það er að vera bak við hús í fjölum. Það er einhver ákveðin fjarlæg frá götu og sem að... Ég man ekki hver reglugerðin er hér. En sko yfirleitt er það, sko ég bara þekki ekki nákvæmlega, þetta er í byggingarreglugerð yfirleitt. Þannig að sko, og það er verið yfirleitt að gera þessar reglum mun strangari. Þannig að í dag, eins og bara í Árborg til dæmis, þar veit ég hvað, þar eru 15 metrar. 15 metrar og það er verið að reyna að stytta þetta. Því það er alltaf betri hlutur. Hér er það væntanlega eitthvað svipað, 10-15 metrar. Steini? Það er bara ávitt að það er rétt, eins og sagði það var eiga að fá tunnuna núna og síðan á að nota tíma á þessu ári til þess að... Meta þetta og finna á þetta. Ég held að það sé það sem flestir gera og eins verður það líklega. Það er verið að semja nýjar reglugerðir varðandi sorptunnu, geymslunar eða hvar það eiga að vera. En auðvitað er þetta líka þannig að þú veist, húsin voru byggð fyrir 50 árum síðan og það var ekkert verið að gera ráð fyrir 4 tunnum þá. Þannig að þú veist, auðvitað verður að, þú veist, við verðum líka að hugsa, skilur, þetta er ekki bara hægt að segja computer says, sko, þannig að það verður að taka tillit til og það er alveg hægt, það verður gert. Gjör svo vel. Datt í hug, það er verið að senda út til Danmörku til húshitunar, sorpið, sem við kallast sem fyrir urðum. Væri ekki hægt að nýta þetta hér á landi á svokölluðum höldum svæðum? Já, mennar til hitunar. Til hitunar. Hægt í Excel-skjali, jú, hægt í raunveruleikanum eða borga þessi í raunveruleikum alls ekki. Brennsla sem að hefur þá eiginleika að menga ekki og framleiða rafmagn og hita þarf að vera þeirri stærðagráðu að það þarf allavega að vera svona 100.000 tonn sem þurfa að fara í gegnum svona lágmarki myndi ég halda og slík brennsla væri þá fyrir allt landið og hún myndi kosta á svona tæpan landspítala og við erum ekki ennþá búin að byggja hann sko. Þannig að ég held að betur væri peningunum varið í eitthvað annað. Það var svona brennslustöð á Ísafirði en Hnífsdal? Já, það var brennslustöð á Ísafirði, Vestmannaeyjum, Klaustri, Húsavík og við rákum brennslustöðuna í Vestmannaeyjum og á Klaustri og ég keypti stöðuna meira að segja Húsavík þannig að þetta var ekkert af þessu notað til orku. Enginn er að nota, nema á Klaustri, hún var notið til þess að hita upp sundlaugina. En allar menguðu það það mikið að það var eiginlega ótrúlega hvað menguðu mikið niður við stærð. Og þær voru allar á undan þá frá Evrópu allan tíman, út af mengun. Og ég alveg, ef fólk vissi hvað mengun var að koma, þá væri það alveg sammála mér. Ég veit hvernig það var ekki. Ég var sjálfur að kveikja eldinn út á mótnarna sko stundum. Má ég spyrja mig, sorp frá fyrirtækjum? Já. Getur við flokkað það? Já, og sko þessi lög ganga alveg jafnt yfir fyrirtæki. Fyrirtæki eiga flokka alveg eins og nota sama flokkunarkerfi og þetta er fyrir alla lögaðila og það er þannig að mörg fyrirtæki á Íslandi hafa verið sko til fyrirmyndar af þessu sviði í mörg herrans ár. Bara misjafnt eftir stöðum náttúrulega og áherslum en oft er þetta og þau eru mjög stranga reglur á mörgum stöðum. Nú erum við með fyrirtæki sem ég er vinna hjá, þá gámur sem fyrir plastpappi og ál og allt það. Þurfa það að vera 3 gámur? Já. Fyrir þetta fyrirtæki? Já, ég nú raunverulega eiga fyrirtækin að fjölga. Það er þó einn munur á lögunum, varðar lögaðila og heimili, að það í rauninni segir ekki í lögunum að þau geta hugsanlega sko beðið mig sem verktaka að taka vöruna og flokkana fyrir sig. Það mátt þú ekki gera á heimilinu. en það má sem sagt.
Já. Ég ætla að spyrja hvað það að gera alltaf þessar flöskur og krukkur sem ekki sérsann á viðanum af og ekki sem að minka lítið sem bara á þess að og gá með eða miklu tími að standa í þessu skússi. Hvað getur maður henn? Sko, ef að límmiði næst ekki af auðvitað, þá áttu bara að setja þetta í gler íláti. Við sjáum það að taka það. Það er þannig að það er líklega 10% af öllum dósum eða krukkum sem bara nærðvalla límmiðanum af. Þannig að það bara hann fer með. Og þá er það þannig að þetta sko við sjálfir erum komið nokkrar hugmyndir endurvinnslu á þessu. Ég get sagt ykkur frá einni sem einföld og þægileg. Þá er þetta bara sett í svokallaðan kastbrjót, bara allt glerið og það bara mulið niður og síðan ætlum við að búa til ákveðna kornastærð og svo ætlum við að nota sem íblöndunarefni í svona steypu og búa til svona legokubba eins og eða svona, ekki fyrir börn, heldur svona stóra sem raðað upp í stíl. Þetta er ein hugmynd sem við okkur langar til að prófa. Við höfum prófað einmitt að skoða þegar við höfum verið að tæta þetta niður. Hvað verður sko límmiðana? Og yfirleitt er það lítið magn að við náum því út bara með einfaldri sigtun og blastri. Andri Málið ég, takk bara fyrir góðan fund og mjög skýr, gott að hlusta á þig. Takk fyrir það. Tengt því sem hún spurði undan henni með fyrirtæki. Nú ég með lítinn rekstur og félag utan það heima hjá mér, í sama húsi. Og ég að velta fyrir mér að ég þá að fá 4 tunnur fyrir félagið og 4 tunnur fyrir mig á planið hjá bílastæðinu hjá mér. Nei, það er ekki. Ég held að þú eru ekki vinsæll allavega heimilinu eða í kring ef svo væri. Nú veit ég að... Það er spurningum sem ég var að koma með, þannig að ég ætla bara að spyrja þessu, ef ég fá 8 tunnur eða fæ ég bara 4. En sko, þú færi náttúrulega bara 4 tunnur, af því að þú veist að sem fyrirtæki fengir aldrei tunnur frá sveitarfélagi. Þannig að sko, ef þetta er lítill rekstur og innan marka, skilur, og þú getur nýtt það magn sem annars myndi falla til, þá máttu held ég alveg nota það þó þú sért með rekstum heima þær. Já, þetta er þannig rekstur, sko, við erum með rusl, með samningu Terra, við erum að farga rusli á ákveðin átt, einnig tegundar ruslin okkar, svo erum við með smáægilegt svona papparusl. Já, sem að fer hana. Það er meðan að þú ert með, sem borgast, að því að þú ert í rauninni með rúmmálseiningu og þú bara fyllir hana, eða ert bara, þá er það allt til það. Bara fyrir það, þá húsið sem allt er í. Skráð heima, en starfsemin er annars þar. En ég fá 4 tunnur við verkstæði hjá mér. Nei, þú sem verkstæði þarft að, þú mátt fá þær, þú getur bara að tala við okkur, ég skal senda þær. En sko í rauninni eru fyrirtækin, sko frábrugðið að því leitinu til að sko heimilin, þau hafa ekkert val, þau bara, þetta er bara það sem þið fáið. Fyrirtækin, það sett skildur á að þið eigið að flokka í þessa 4 flokka en það er í rauninni ekkert eftirlit með því, sko, í rauninni allavega ekki í byrjun hvort þú sett með 4 tunnur á staðnum eða slíkt, það er ekkert slíkt. Það er bara allast til þess að þú reynir að flokka sem allra best, hvort sem að þú sem fyrirtæki gætir þess að fara með þetta bara í pókum og út á sko, móttökustöð, skilur, og bara skilaði þar að þér, það er alltaf leið. Íbúar í fjölbýlishúsum getur þeir ekki samið sameiginlega notkun á tunnum þar sem er lítið af úrgangi. Ég held, það er alveg klárt mál og þannig sko verður það. Þannig verður í endanum málið en það verður ekki til að byrja með. Það verður notað fyrsta, eins og Steini var að segja áðan, fyrsta hálfa árið verður notað til þess að aðlaga kerfið einmitt að svona sérþörfum þar sem að eru neyslugrannir og góðir flokkarar að þeir fái að samnýta ílát þegar þeir eru í sömu húsum líka við, sko. Það er engin spurning, eða nærliggjandi húsum. En ekki strax. Það eru til dæmis hérna í raðhúsi, það eru 3 íbúðir og 6 íbúar. Já. En við erum byrjað með 12 tunnur á þetta. Stundum bara verðum við að segja við gerum eitthvað annað, skilur. Skynsemi verður náttúrulega alltaf að ráða, skilur. En það er alltaf til svona dæmi sem eru svona öfgar, en auðvitað eru þau dæmi bara skoðuð og það er engin að ætlast til hann sem verður ekki gert. En nema ég fylli alltaf 12 tunnurnar sem ég efast Já, ég veit. Bókn og handur þegar koma ekkert í tunnunni. Opna, ekki neitt. Ekki neitt.
Allir á tenni alltaf. Nei. Það er bara flokkað svo vel. Það er svo flokkað. Það er bara í umslagi. Fleiri spurningar? Til grein að allar tunnurnar eru minnigerðir. Nei, þetta er það þannig að það er dýrt kerfi. Sem maður myndi gera í rauninni er það að það hefur aldrei komið til greina og hvergi held ég. Það hefur komið til greina víða að bjóða upp á þessar tvær stærðir sem hann var að nefna aðan, 120 lítra eða 140 lítra og 240 lítra. Það eru sambærilegir bílar, það er sambærileg tækni sem er notuð við það. Svona til þess að hafa rúmmálsleið einhverja. En grunnkerfi væri það að allir væri með svona 4 lítra tunnur. Það er bara hreinlega, þá er tíðnin að vera svo rosalega á losunum á mörgum heimilum, barnaheimilum og annars slíkt þegar það var svo fljótir að fylla þessar tunnur að það er óbáslega kostnaðarsamt fyrir sveitarfélagið. Sorpbyrgjald geti eflaust hækkað bara hátt að helming, sko. Það vill enginn. Og svo er það bara þannig, ég get sagt ykkur það, sko, munurinn á 120 lítrum og 240 lítrum er ekki mikill, sko. Þannig bara, þetta er 120 lítra tunna, þetta er 240 lítra tunna. Þannig er svona. Það er ekki meiri mun. Það er ein stór tunna sem færi af. Hvað segir þau? Það er ein stór tunna sem færi af. Ef það væri með 4 lítrar. Nei, það myndi ekki í rúmmáli, sko. Skulum mæla. Svo það verður rosa sniðugt að bara gefa fólki kost á viltu stóra tunnu eða viltu litla tunnu. Já, sko, þetta er, auðvitað er alltaf, það er alltaf að ákvaða hvernig á að gera hlutina. Og ég er alveg sammálaður að það veri best fyrir þig. En það er alls ekki best fyrir sveitarfélagið. Og það er því óbáslega kostnaðarsamt. Og það er ekki það sem að einn eða neitt vill. Og þannig er kerfið valið og ég held að allir hafi ákveðið að velja eitthvað eitt kerfi til þess að drífa í gegn, skiljið, og síðan er skiptum. Því að það er líka þannig að ég veit að það nýta sér svo margir bara í eðli sínu að vilja færri tunnur. Svo standa þær allt í henni uppi að þeir gera það. Heyrðu byrju, hún er alltaf stútfull. Jú, en sko, við erum að tala meiri hluta. Ég er að tala hvað er best fyrir budduna hjá ykkur öllum. Þetta er því mjög dýrt, ég get lofa þér. En nú eru 2 stærðir í gangi hjá okkur. Já. Tunnan er minna en hinar. Já. Ég er ekki að segja þess ekki framkvæmlegt, ég er bara að segja ykkur hvað þetta er erfitt í framkvæmt. Þetta er svo erfitt í framkvæmt að því að hvað búa margir hér? Hvað er mörg heimili? 4200 íbúar í sveitarfélaginu. 4200 íbúar og á hvað mörgum heimilum? Er þetta ekki einhver 1500 heimili? Á að spyrja 1500 aðila hvernig þeir vilja í tunnurnar. Það er ekki hægt. Hver allar ekki? Fólk gerir það ekki. Þó að þú gerir það, þá gerir 90% af fólkinu það ekki. Það er bara erfitt að ná í það. Og það er mjög erfitt að halda skráum þetta. Þetta er svolítið nýtt. Hvað segir þau? Við erum náttúrulega að segja okkar skoðan. Já, ég er alveg, og veistu, ég ekki miskila mig. Ég skil ykkar sjónarmið svo vel og veit að ég hafi alveg rétt fyrir ykkur ákveðin hátt. En í raunheimum er það bara þannig að þetta er óbáslega dýrt að gera þetta öðruvísi. Þetta er langt ódýrasta leiðin. Og hver á að borga hitt, skil ég. En auðvitað, það er bara búið að ákveða það. Svo er líka hitt, það er bara búið að ákveða. Hvað segir þau? Við borgum þetta sjálfa endan. Jú, en viltu borga þessu sem meira? Nei, ég vil ekki borga meira. Nei. Ég vil bara að velja hvað tunnustan ég er. Já, en þá þarftu að borga meira. En þegar maður er einn í heimili, Já. skila 2 mægispókum á mánuði í búnatunni og ennþá vinna í almenna sorpi, hvað þá? Til hvers á þessu tómutunni? Þetta er akkurat það dæmið, skiljið. Þetta, þú veist, í 95% tilfella er þetta kerfi rétt fyrir heimilin. Í 5% tilfella er þetta ekki rétt. Og þið eru þeim megin. Og vorum á Hversbungur í gær. Þetta er alltaf sorptölu skýri fyrir 4 tunnur. Já. Það er svo
svona, eins og hún segir, það hérna einn poki á tímabili í mismunandi 2 tunnur. Ég mun held ég aldrei sko vera með minna heldur en 4 tunnur. Og ekki bara og verður það þá bara svona því að ekki tekið þetta hluta sorglu skilu sem steinn. Nei. Og líka við. Nei, og ég held að það í rauninni, þú ert einmitt að lýsa því sem þetta verður í framtíðinni vegna þess að þú veist, þannig það, þú veist, þegar við byggjum ný hús í dag, þá verður þetta einmitt kerfi sem verður gert ráð fyrir og menn gera bara ráð fyrir því að það þurfi að flokka í þessa 4 flokka og alveg sama hvort að það einn í heimili eða 30, skiljið. Þannig held ég að verði og því að sko í húsunum sem að fáir búa í dag eru kannski margir sem búa þar sko eftir 3 ár. Skiljum við flytjum og milli og þetta, þannig að þú veist, það þarf alltaf að gera ráð fyrir þessum tunnum inn á lóðum í framtíðin. En verða það ekki fleiri? Þetta mjög algeng spurning, sko. Þú veist að í Þýskalandi hvað konum við upp í 9, í Svíþjóð eru 7 hólf. En nei, ég held sko, að því að sko, það eins og fólk, þetta kom við á óvart að þetta kerfi sé að koma í gagni núna. Ég held ég fyrirlestu 2013 hvað koma skildi þetta ár og vissi nákvæmlega þá að eru þetta margar. Og ég tel mig vita að það ekki að fara að breytast neitt aftur því það ekkert í löggjöfinni eða neitt sem bendir til þess. Eina sem bendir til þess, það að ef að sveitarfélög ákveða það að bjóða upp á sérsöfn á einhverjum ákveðnum litlu flokkum og þá var það gert svo í Noregi, þá eru menna að segja, þú veist, ég skulle sækja batteri til ykkar einu svona ári, eitthvað svoleiðis. Þú þarf ekki ílátandi það, skiljið. Hvað verður reglurnar núna? Já, þú verður að fara með þar á sama stað og gerir í dag. Það breytir ekkert. Og það er skemmtilega að ítreka það að þó að við byrjum með kerfi svona sem kemur inn á í 4 stórum tunnum, að þá bara hvetjum við ykkur til að senda inn ábendingar ef við viljum minni tunnur og við reynum bara að halda utan fjölda ábendingar sem að kemur. Og ef það kemur bara fjöldin allur af ábendingum og fólk vilja minni tunnur í ákveðnum flokkum og þá sjálfsögðu bara förum við yfir það og mögulega endurskoðum kerfið. En eins og kom inn á þá var kostnaðurinn svo svakalega mikill við það innleiða þetta allt í einu og við erum alltaf búin að vera að innleiða mikla breytingar á sorpkerfinu síðustu árin og það hefur alveg, fólk hefur alveg fundið fyrir því í buddunni sko. Þannig að við teljum þetta svona skynsamlegast að nálgast þetta svona því að flestir muni væntanlega nota 4 stóru tunnurnar og ég bara hveti ykkur til að hafa samband þeir sem að vilja minni tunnur og þá í hvaða flokkum þið myndu vilja að minni tunnur. Já, það er spurning þetta svona til framtíðar. Þú talar þróun í bransanum að það kannski ekki vera fleiri flokkar. En til framtíðar, séðu fyrir þér að við varum kannski bara endar 2 tunnur, almennt sorp og flokkanlegt sorp. Þess að við getum hettinu og batteríunum og glerinu og pappanum og að endurvinnslustöð framtíðar geti flokka fyrir okkur. Það þá sko ekki í okkar lífi sko. En ef við höfum lengra, þá alveg möguleiki. En þá kannski, nei, alls ekki. Sko vandamálið í þróun á þessum sviði það að þrátt fyrir allt erum við eiga við mjög ódýra afurð. Þannig að það ekki verið að leggja út svona mikla peninga í rannsóknir á þessum málum eins og mörgu öðru, skiljið. Þannig að þróun ekkert mjög hröð. Þannig að, og þú veist bara ef við ætlum að nota einhverja róbóta eða gera eitthvað, þá er það bara svo dýrt. Það er alveg hægt, en nei, ég sé það alls ekki svona allavega í mínu og ekki neins hérna inni held ég. Lífi. Nú endurvinnsla á plast í gangi í Hveragerði. Já. Fyrst og fremst rúlluplast. Þeir að prófa sig áfram með annars konar plast líka? Já. Þeir eru allavega í rúlluplastinu og í svona glæruplasti. Þetta er ákveðna tegundir plasti sem þeir geta höndla og þeir geta svona annað kannski, ég held að verksmiðjar svona geti farið í hátt í 2000 tonn á ári sko. Og svo það eins og ég benti á plastplan sem líka í þróun á vöru og búa til úr plasti. Það eru margir aðalar sem hafa áhuga á þessu og þetta, þú veist, við erum að bara, byrju, hvar var það sem þú fékkst veski gefins frá konu sem fléttaði plasti? Það var, við gengum í hús í Skagafirði til að kynna nýtt flokkur að gera það
og það var í einu húsinu sem ég bankaði upp á og þá sýndi hún mér hérna svona litla tösku sem að mamma hennar hefði í rauninni hæklað úr plastbókum aðalega. Þannig að það er allt hægt. Rosalega fallegt og hún gaf mér einu svona. Alveg óbúðslega. Það er gert í mörg á. Þetta er endurvinnsla, skiljið þið. Þetta er endurvinnsla. Það er bara að hugsa hráefni og búa til eitthvað úr því. Tætist nú úr þessu plastið, þessum töskum. Já, eflaust, skiljið þið. Já. En þetta er samt gaman, skiljið þið. Þetta er bara gott. En hérna, jú, það er þróun í gangi á þessu sviði, sko. Og verður svolítið peningur lagður í það í gegnum næstu árum vegna þess að plast er óheyrilegt vandamál bara í heiminum öllum. Sem fer ekki í... Hvað verður það? Fer þetta bara að markaðu? Ef allir eiga að vera með... Já, bara ef allir eiga að vera með, nei, alls ekki, sko. Nei, ég held, sko, maíspókarnir eru, nei, þeir fara ekkert að markaðu. Þeir verða bara að nota þessum ruslapókar og í höldupókar, vegna þess að þeir náttúrulega fara jafnvel á urðunarstöðum betur, sko. En þeir eru ekki endurnýttir á nokkurn hátt, þeir fara þá annarkvort í brennslu urðum. Eins og hinn spurning, ég veit ekki nákvæmlega en hvað verður, en ég er ekki að sjá það að maíspóka notkunu minnki mikið við þetta. Ekki þannig. En má setja eldhúsúrgangi beint í tunnuna án umbúða? Já, en tunnan er þín. Það er svona meiri hætta á að, sko, meinar að, sko, að sér að tala þá, er það svona meiri hætta á að maðki tunnunni og verður smóhrein bara. Það er aðalega það, sko. Ef þú þrýfur hana vel, þá okkur alveg saman þetta. Þetta er með þess að þungur úrgangur, hann er lítil hætta á því að hann, sko, fjúki. Ég sé þetta sömu fyrirtækjum og það er verið að suppulega fljótt. Það er verið að rosa suppulega. Ég mæla ekki með því. Fast og veituna. Já, svo er það líka. Fast. Þá farið bara tunnur, þá farið þetta aftur. Þannig að það er svona atriði, skiljið. En í grunninn erum við ekki beint með á mótið, sko. Já. Já, þetta er kannski svona aðeins utan efnisins en samt ekki. Þá er ég samt við moltugerð. Já. Svo þegar sveitarfélög sem eru keyra í fínmolt eru komið með svona flokkun á lífrænum úrgangi og annað því. Er þá ekki að vera komið bara grundvöldum til að vera með moltugerðin í fínmoltum? Bara að mínu mati engin spurning. Moltugerð er frekar einföld aðgerð í rauninni og fer mjög vel á þessum stað og það náttúrulega sparar að, en þú veist, það er ekki mitt ákvæð það, en það er bara mitt álit. Ég er eiginlega viss að Steini sé sammála mér að hann var á þessum urðunarstað einhver ár. Það vantar bara viljan. Þetta er ekki dýrt. Per kíló. Það kostar minna að keyra í fínmolt. Já, bara og umhverfisvænna og allt skiljið. Þannig að, meðan það er við hann að blessaða urðunarstað, þá á þetta að fjölnýta hann. Það er ekki spurning. Því þetta er ekki urðun, þannig verður bara til hráefni sem hægt er að nýta aftur. En það er bara... Hefur stundum verið boðið upp á molti hérna sem að sveitarfélagið býður í búið upp á? Verður það áfram? Verður það í vor? Líklega ekki, þannig að þess að við fáum ekki moltina frá Gaia, því miður. Þetta var svona moltar sem að við framleiddum, var þetta ekki bara úr? Þetta var úr Gufunesi og Stykkishólmi, já. Það getur verið að við getum fengið eitthvað frá Stykkishólmi kannski. Ég veit það ekki, nei, ég held það ekki, miður. Þetta er afturför? Já, þannig laga, skiljið, en hérna, eða afturför. Þetta er allavega, sko, þið fáið ekki að njóta þess allavega. Já. Þetta líka, þetta er ruslið mitt. Getur taka það neitt, já. En þið sjáu alveg hvaðan krakkar hafa það að spyrja mjög gáðulega spurningar. Já, bara tek undir það. Þetta er greinilega komið bara beint, beinan, já, alla, ætlið eftir ætlið. En, fleiri spurningar?
Þá vil ég bara þakka kærlega fyrir okkur hérna í Íslensku Samfélaginu og vona bara að innleiðingin gangi sem allra best og takk fyrir góða ár. Takk fyrir mig.